Góðu kirkjuþingsmenn og aðrir góðir gestir, verið hjartanlega velkomin á þetta framhaldsþing. Við höfum fengið hér mikinn og góðan söngvara og það Benedikt Kristjánsson sem ætlar að syngja fyrir okkur og hún Susanna Budaj leikur undir og við skulum bara fagna þeim og gefa þeim gott klapp. Verið velkomin. O
Þakka ykkur fyrir Benedikt og Súsanna. Við ætlum að hafa hér helga stund og hann búinn að setja upp Hermann á töfluna fyrir okkur. Benedikt söng, þú heyrir spurt, hvar er hjálp að fá? Við skulum heyra texta úr Markúsarguðspjalli 10. kaflanum. Þeir komu til Jerikó og þegar Jesús fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa, sonur Davíðs Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði en hann hrópaði því meir, sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og kallaði og sagði, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Blindi maðurinn kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesú spurði hann, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum, Rabbúni, að ég fá aftur sjón. Jesú sagði við hann, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafn skjótt fékk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Og við skulum lesa hér saman það sem er dökkt, það lesum við saman öll. Það sem er útdregið les ég, það sem er inndregið lesi þið. Drottinn, hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Lát mig heyra miskunn þína morgni dags því að ég treysti þér. Bjarga mér frá óvinum mínum, Drottinn, ég flý á náðir þínar. Leyf mér að lifa, sakir nafn þíns, Drottinn, leið mig úr nauðum, sakir réttlætis þíns. Drottinn, hjá þér er fyrirgefning, svo að menn óttist þig. Þér sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda. Drottinn, hjá þér er fyrirgefning, svo að menn óttist þig. Og við skulum biðja. Drottinn Guð, við þökkum þér fyrir þennan dag. Við þökkum þér fyrir öll þau sem að flytja okkur orðið þitt í tali og tónum. Og við þökkum þér fyrir það, orðið þitt. Þökkum þér fyrir næringuna sem það veitir okkur og styrkin sem það gefur okkur og hjálpaðu okkur, Drottinn Guð, á þessu kirkjuþingi til að taka viturlegar ákvarðanir fyrir kirkjuna þína, svo orðið þitt fái breiðst út landið allt. Já, Drottinn Guð, við felum þér kirkjuþingið og þau öll sem hér eru samankomin, biðjum þig að vera með okkur í verki, í Jesú nafni. Amen. Og við felum þér allt okkar ráð og dáð og biðjum saman í bæninni sem þú kenndir, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi okkur og varveiti í Jesú nafni. Amen. Og svo skulum við syngja sálminn 125 sem er vers úr Passíusálmanum. Is there
Við þökkum henni Súsunu kærlega fyrir að vera með okkur hérna í morgun og við skulum líka bara klappa fyrir honum Benedikt. Ég veit ekki hvort hann þarna frammi en bara hjartans þakki Benedikt fyrir þennan frábæra söng. Níundi fundur kirkjuþings 2020 settur. Fyrir tekið 34. mál. Það tillaga af starfsreglum starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófaststarfa og það flutt af biskup Íslands og forsætisnefnd og framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún nú til máls. Forseti, þetta mál, 34. mál, var lagt fyrir kirkjuþingið í september, sem sagt tillaga starfsreglum starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófaststarfa og ég ætla að draga málið tilbaka eins og það lagt fram hér. Á ég að taka hinn eða þú segir það? Já, ég ætla við bara. Framsögumaður vill draga málið tilbaka. Eru nokkur andmæli við því? Svo ekki, svo það samþykkt. Fyrir tekið 42. mál. Það þarf að bera það upp með afbrigðum þegar of seint fram komið. Samþykkir þingheimur að það sé veitt afbrigði við 42. mál. Gjörið svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti? Það samþykkt að málið verði tekið fyrir hér með afbrigðum. Og þetta tillaga til þingsályktunar skipun starfskostnaðarnefndar kirkjuþings vegna prests og prófastsþjónustu flutt af biskup Íslands og framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún nú til máls. Forseti, beinu framhaldi af því að 34. máli dregið tilbaka, þá hér lagt fram mál númer 42 starfskostnaðinn og það kirkjuþing 2020-21 ályktar að skipa 3 manna nefnd til að endurskoða starfsreglur starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófaststarfa. Og ég ætla að lesa greinargerðina sem þessu fylgir. Biskup Íslands lagði fram mál á kirkjuþingi 2020-21, 34. mál, tillögu að starfsreglum starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófaststarfa. Í greinargerð með málinu segir: tekið verði upp nýtt kerfi sem miðað verði við að greiðslur nái einungis til þess kostnaðar sem raunverulega stofna til og eins til að tryggja að enginn prestur beri sjálfur kostnað af þjónustu sinni. Gert ráð fyrir að ná megi hagræðingu vegna kostnaðar við þjónustu presta, meðal annars með því að nýta hagstæða innkaupasamninga Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Og tilvitnun lýkur í greinargerð úr 34. máli. Fyrri umræðu málið hefur farið fram og var því vísað til fjárhagsnefndar kirkjuþings. Samtal hefur átt sér stað milli flutningsmanns og fulltrúa Prestafélags Íslands málið. Prestafélagið fellst á fyrir sitt leyti að sú breyting sem lögð til í 34. máli að rekstrarkostnaður vegna síma verði greiddur af þjóðkirkjunni gangi í gegn nú, í stað þess að greiða prestum tiltekna fjárhæð sem kemur fram á launaseðli. Prestafélagið leggst að öðru leyti gegn því að málið fái afgreiðslu óbreytt að svo stöddu þar sem það geti falið í sér kjararýrnun hjá prestum á sama tíma og verið sé að vinna að gerð nýs kjarasamnings Prestafélagsins og Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Ósk Prestafélagsins sú að heildarendurskoðun á fyrirkomulagi starfskostnaðar eigi sér stað á gildistíma væntanlegs kjarasamnings, það til loka ársins 2022, þannig að kostur gefist á að athuga málið heildstætt við undirbúning næsta kjarasamnings á eftir. Þannig verði endurskoðað fyrirkomulag og greiðslum starfskostnaðar innleitt frá og með 1. janúar 2023.
Gera megi þó tilteknar breytingar á tímabilinu á kirkjuþingum 2020-21 og 2021-2 eftir nánara samkomulagi. Í því sambandi eru aðilar með 1. janúar 2023. Gera megi þó tilteknar breytingar á tímabilinu á kirkjuþingum, já þetta er eitthvað bara vitleysa hérna í textanum það er tvítekið eitthvað. En í því sambandi eru aðilar sammála að prestar skuli hefja færslu rafrænna akstursbóka sem sendar verði biskupsstofu reglulega til að fá yfirsýn og reynslutölur það hver greiðsluskyldur akstur vegna press- og prófastsþjónustu Þar er litið til þess að akstur í þágu þjónustunnar sé almennt greiddur samkvæmt kílómetragjaldi. Akstur þó ekki greiddur vegna þeirra aukaverka sem þjónustuþegar eiga að greiða samkvæmt gjaldskrá greiðslur fyrir prestsþjónustu þjóðkirkjunnar nr. 933/2020. Þá almenn regla sú að starfsfólki ekki greitt fyrir daglegan akstur á vinnustað. Fylgir með 34. máli yfirlit yfir það hvað telst vinnustaður presta í því sambandi. Í einhverjum tilvikum geta komið upp vafatilvik en leitast verður við að leysa úr slíku með samkomulagi. Heppilegt að nefnd sem hefur umboð kirkjuþings handhafa fjárstjórnarvalds kirkjunnar vinna að málinu. Gert ráð fyrir að nefndin verði skipuð presti og 2 leikmönnum og sé annar leikmanna formaður nefndarinnar. Með hliðsjón á því sem rakið hefur verið, þá hef ég dregið 34. mál tilbaka og með málinu fylgir kostnaðaráætlun eins og fylgiskjal nr. 1 ber með sér. Þá legg ég þetta mál fram til 2. umræðu og fjárhagsnefndar. Orðið laust 42. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu þá lokið. Og þeir sem geta samþykkt máli, gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Þá þessi tillaga samþykkt. Jú, fyrirgefið. Ég hélt við gætum klárað þetta, en málinu vísað til fjárhagsnefndar, þeir sem geta samþykkt að gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Það vísað til fjárhagsnefndar. Fyrir tekið 45. mál, tillaga starfsreglum breytingu á starfsreglum starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófaststarfa, nr. 932/2020, flutt af biskup Íslands og framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, þessi tillaga fjallar að Gleymdi einu, þegar þarf að bera málið upp með afbrigðum af því það of seint fram komið. Þeir sem geta samþykkt að gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það samþykkt að málið verði lagt fram með afbrigðum og tekur nú framsögumaður til máls. Já, 1. greinin fjallar það að í stað 187.131 krónu í 1. málslið 2. málsgreinar 1. greinar komi talan 39.087 krónur. Og þetta eru starfsreglur sem eru settar samkvæmt heimild 59. grein laga stöðustjórn og starfshætti. Og það bara að vísa til greinargerðarinnar máli 42 sem var hér á dagskrá rétt áðan. Og það ekki gert ráð fyrir að samþykkt málsins hafi kostnaði för með sér og eins og fram kemur í tilvitnaðri greinargerð, þar að segja í 42. máli, þá prestafélagið samþykkt tillögunni. Það var eina umræðu hér, já. Ekki vísa til 2. umræðu. Vísa til 1. umræðu, hérna. Og yngra nefndar. Athugasemd við það að þetta mál verði bara rætt í 1. umræðu? Svo ekki, svo...
Gísli Jónasson. Já, málið bara til gerir ykkur athugasemd við að það fari bara ein umræða málið? Það ber að fara, ef enginn hreyfir í mótmæli, þá getum við rætt þetta núna og klára málið. Þannig ég spyr bara aftur, gerir ykkur athugasemd við það? Svo, Gísli. Já, þið hafið því. Gísli Jónasson ætlar að skýra þetta út, við getum bara þá tekið þá þegar hann búinn. Ef hann getur skýrt þetta það vel. Já, forseti, þetta nú ekkert flókið í sjálfu sér. Í hinum málinu þá var, sem sé, kom fram að það hefur verið fallist á það að í stað þess að greiða símakostnað eins og verið hefur á launaseðli, þá muni kirkjan eða biskupsstofa gera heildarsamning og leggja mönnum þennan kostnað til. Og það sem sé bara í þessari upphæð sem að breytt þá bara dregin frá upphæðin sem að fram að þessu hefur verið greidd á launaseðli vegna símakostnaðar og þarna í staðinn þá fá menn þetta lagt til af hálfu kirkjunnar. Það er að segja kirkjan gerir heildarsamkomulag farsíma áskrift fyrir alla presta þannig að þeir þurfi ekki að leggja út fyrir því sjálfur. Þannig að nettó niðurstaðan á náttúrulega að vera svo sama. Og þess vegna hefur prestafélagið samþykkt að þetta verði gert núna. Ég vona að þetta útskýr. Það var spurt upphæðina? Já, ég er að segja það. Þess vegna upphæðin bara lækkuð. Það er að segja þessi 187.000 sem að þarna er heildarupphæðin sem greidd hefur verið fram að þessu fyrir símakostnað og póstkostnað og fatakostnað. Og þá bara búið að taka út símakostnaðinn, þannig að talan sem stendur eftir þá póstkostnaðurinn og fatakostnaðurinn. Já, ég tel rétt að við vísum þessu bara til nefndar, fjárhagsnefndar, en orðið enn laust og Guðrún Karls Helgudóttir hefur óskað eftir að taka til máls og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, það sannarlega kominn tími á að endurskoða starfskostnað presta og nú breytt staða presta, við höfum aðra stöðu en áður og því langar mig til að beina því til þeirra nefndar sem verður stofnuð til að endurskoða þessi mál, hvort það sé ekki komið tími til þess að við séum ekki með upphæðir varða kjör presta inn í starfsreglum kirkjunnar. Að þetta bara samningsmál og það á bara að semja þetta við þau sem milli prestafélagsins og samningsnefndar, en að við séum ekki að festa upphæðir inn í starfsreglum og að það líka ekkert alveg eðlilegt finnst mér að við séum hér á kirkjuþingi að fjalla starfskjör okkar beint. Það er að segja virkilega upphæðir varðar laun 1/3 þeirra sem sita hér á þinginu. Og nú staðan okkar breytt og þess vegna held ég að þetta sé orðin tímaskekkja og mér langar til að beina því til þess að nefndar að breyta þessu. Að hér verði bara settur einhver rammi það hvernig þetta á að vera, en síðan verði þetta allt saman á einum stað en ekki inn í ýmsum starfsreglum einhverjar upphæðir varða kjör presta. Takk.
Til máls tekur Steindór Haraldsson. Já, forseti, ég ætlaði að reynda að segja það sama og Guðrún var að tala um. En mér finnst að við þurfum að reyna að átta okkur á þessu að það er komin kjaranefnd fyrir presta og þetta leiðir líka hugann að því að mínu viti þetta er náttúrulega nýtt fyrir okkur að þetta hefur verið vegna þess að prestar voru opinberir starfsmenn. Þetta er bara nýr veruleiki sem við stöndum frammi fyrir. Ég er sammála Guðrúnu með það að þetta er óeðlilegt að þetta sé í texta í starfsreglum. Mér finnst líka að þurfa að skoða það með aðeins víðari hætti, heldur ekki bara tölur og heldur ýmiss konar kjör eru meira en peningar. Það er alls konar annað sem að fylgir starfi og það þarf að hugsa stöðu presta upp á nýtt með tilliti þess arna. Það þarf líka að hugsa það hvað er eðlilegt að þeir, ef að þarf að fjalla presta yfir höfuð hér á þinginu, hversu mikið þeir eiga sjálfur að koma að reglum eigið starf. Þetta er bara allt nýtt fyrir okkur og við þurfum að vera bara opin með að hugsa þetta upp á nýtt. Ég tek undir með Guðrúnu, þetta er kannski nauðsynlegt að gera þetta núna en við þurfum að komast á rétt spor í þessu máli. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson. Forseti, ég tek undir með síðustu tveimur ræðumönnum og mér finnst líka afar sérkennilegt að við erum nýbúin að samþykkja 42. mál skipun 3 manna nefndar til að fara yfir starfskostnað presta, að þá strax í kjölfarið kemur annað mál þar sem kirkjuþing ætlar að fara fjalla símkostnað presta. Mér finnst þetta mjög óeðlilegt og held að þessi nefnd sem við vorum að ákveða í síðasta máli að yrði skipuð til þess að fara yfir þessi mál, fari líka yfir símkostnað. Ég sé engin rök fyrir því að vera að taka þetta út fyrir frekar en eitthvað annað. Takk. Þá tekur til máls Hildur Helga. Hildur Inga. Gerðu svo vel. Ég rugla þessu alltaf saman. Svo halda að mynda. Forseti, já, ég gleðst yfir því að skuli vera að skoða starfskostnaðinn og að það skuli vera búið að skipa nefnd til að fara yfir hann. Það er bara, í sambandi við þetta mál og því ég hjó eftir farsímakostnaði þegar Gísli talaði, það þarf aðeins meira en farsíma til að reka skrifstofu. Það væri voða gott ef nefndin færi yfir það hvað þarf til að reka skrifstofu. Það þarf nettengingu, það þarf tækjabúnað og fleira og þeir sem eru í minni prestaköllunum út á landi, við rekum þetta annarkvort inn á heimilum okkar eða leigjum okkur einhvers staðar aðstöðu út í bæ til að hafa skrifstofu og þá þarf að kaupa allt þetta sem maður getur kannski gengið að sjálfsögðu á stærri stöðum, það sem kannski kirkjan er með nettengingu og skrifstofan hefði aðgang að því. Ég veit að það er ekki dýrt að vera með nettengingu en safnast þegar saman kemur og kannski stegi í pontu á því að vara að skila skattframtali og sá svo glögglega þennan dásamlega mínus á rekstri prestsembættisins á Þingeyri. Takk. Til máls tekur Guðrún Karls Helgadóttir og síðan er það Gísli Jónasson. Og talar hún í annað sinn? Forseti,
Mér langar til að bregðast við orðum Steindórs Haraldssonar hér áðan þegar hann nefndi það að prestar ættu kannski ekki að hafa skoðanir á málefnum presta eða ræða mál presta fyrirgefðu á kirkjuþingi. Ég er ekki sammála því vegna þess að þar með ættu heldur sóknarnefnda fólk ekki að hafa skoðanir á sóknarnefndum og málefnum sóknarnefnda. Þetta er ekki gott. Það er eitt að vera að ræða kjör hluta fólks hérna en að ræða almennt mál þess sem að tengist kirkjunni. Þá eru náttúrulega prestar, djáknar, sóknarnefndir og allt það sem að tengist kirkjunni hlýtur að vera alltaf til umræðu og við megum öll hafa skoðanir á því. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson og talar hann í annað sinn. Forseti, fyrirgefðu að ég er að koma hér aftur en í fyrra skipti kom ég nú bara til þess að útskýra eitt tæknilegt atriði en nú farin af stað svona málefnaleg umfjöllun þetta mál og þá finn ég knúinn til þess að koma aftur að því að ég þekki kannski betur til þessa mál sem margir aðrir að því að sem formaður fjárhagsnefndar hef ég tekið þátt í viðræðum við prestafélagið þetta atriði. Það var verið að reyna að ná samkomulagi heildarstarfskostnaðinn en það eins og kom fram hér í máli biskups áðan gekk ekki upp að því að það truflaði kjaraviðræðurnar. Það er hins vegar held ég flestir sammála að þetta stefni í það sem hér var nefnt að þetta verði bara falið kjaranefndinni til frambúðar. Núna erum við að starfa eftir þeim reglum sem í gildi eru. Það gildu áður lög þennan starfskostnað sem voru afnumin og þá þurfti að setja starfsreglur í staðinn og þær eru í gildi og á meðan þær eru í gildi þá þurfum við að ákveða svona upphæðir. Þannig að ég er náttúrulega ekki sammála nafna mínum öllu leyti þegar hann talaði að þetta væri fráleitt að taka símakostnaðinn út úr vegna þess að í þeim umræðum sem þó fóru fram var samkomulag það að úr því að kirkjan gæti náð heildarsamkomulagi við símafyrirtæki símakostnaðinn sem að sparaði peninga fyrir kirkjuna, þá tækjum við þetta atriði út úr sérstaklega. Þar sem að Hildur nefndi hér áðan hins vegar á misskilningi byggt, við erum ekkert að fjalla í þessu internettengingu eða búnað. Það er innifalið í því sem að heitir skrifstofukostnaður og í endurskoðun á þeim lið og hann er ekki til umræðu hér núna. Hins vegar liggur á borðinu líka að kirkjan getur náð fram heildarsamningi til dæmis internettengingu fyrir alla presta sem að gæti örugglega sparað útgjöld líka en við erum bara ekki komin þangað en það hefur verið kannað. Þannig að núna erum við bara að ræða það sem þó var samkomulag að væri hægt að gera strax, þar að segja að taka símakostnaði. Og út frá sem formaður fjárhagsnefndar þá hefur við náttúrulega eftir að fjalla hér ársreikningar seinna og þá sjáum við nú rekstrarhallann sem var á síðasta ári og þá veitir náttúrulega ekki af að við þegar í stað beitum þeirri hagræðingu sem hægt er að beita og þegar komið fram samkomulag atriði sem að getur verið smásparnaður þá finnst mér alveg fráleitt að það þurfa að fresta því þegar aðilar eru sammála. Þess vegna er náttúrulega þessi tillaga flutt núna strax. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og síðan er það Steindór Haraldsson. Forseti, mér langar svolítið akkurat núna að við gerum okkur grein fyrir því einhvern veginn hvað verður mikið stofnun.
þegar við hlustum á það sé búið að fella niður lög og þá þurfum við starfsreglur að taka til, á sama tíma við erum að tala um að við séum honum frjáls og óháð, að þá þurfum við sjálf að ná okkur í þessa bindingu. Sko, þegar að prestar eru komnir í þá stöðu að vera í fyrsta skipti samningsstétt og það kirkjuþing er búið að ákveða að það sé kjaranefnda störfum fyrir hönd kirkjunar, að þá ætti í raun og veru ekki að þurfa að setja einustu starfsreglur varða kjör og þá bara raun og veru kannski fella þær allar á gildi. En það er kannski svolítið bratt og við þurfum kannski að taka þetta í minni skrefum og ég er ekki að segja þetta til þess að mæla endilega gegn þessu máli. Ég held að sé búið að liggja yfir þessu og margir búin að vinna að því að reyna að finna einhverja leið og margir búin að sitja við borð eins og ég heyri, prestafélagið og fleiri. En bara þannig við íhugum það að hvert erum við komin og hvert erum við svo endanlega komin þegar það er búið að samþykkja ný þjóðkirkjulög. Hvar erum við þá? Þá þurfum við kannski ekki þá þurfum við svolítið að sjá til þess að kirkjuþing er ekki bara búið að fá nýtt hlutverk varðandi fjárstjórnarvaldið, heldur líka nýtt hlutverk bara í því hvað setjum við starfsreglur. Og þetta er mögulega bara ekkert eitt af því. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson í annað sinn. Já, forseti. Ég ætla bara að ítreka það að ég hef kannski verið ekki nógu skýr á þann, sko. Það sem ég er að tala um varðandi presta er það sem að almennt getur komist inn í kjarasamninga. Auðvitað ekki almennt störf kirkjunnar. Það er þannig að það er hætta á því að það geti komið upp tortryggni ef við erum að ræða á einhverju grensu að prestar jafnvel sé að nota kirkjuþingi sér til framdráttar. Við höfum bara komið í veg fyrir þetta. Og ég var að reyna að koma orðum að því þannig. Ég er ekki að segja að prestar séu að gera þetta. Ég er alls ekki, enda er málið alveg nýtt. Þetta er bara að koma upp hjá okkur núna á þessu ári. En bara við þurfum að koma í veg fyrir alla svona ef við getum, og þess vegna er ég bara alveg á því, ég er bara bæði sammála Örnu og Guðrúnu Karls með það að setja allt sem að kemst inn í kjarasamning þar inn til þess að hafa borðið hreint. Takk fyrir. Þá tekur til máls Axel Árnason Njarðvík. Forseti, mér langaði að minna okkur á kirkjuþingi á það að rugla ekki saman kjörum manna og rekstur á batteríi. Hluti af þessum vanda sem við erum að glíma við er það að launaseðill prestanna ber það með sér að við fáum embættiskostnað þar inn og kannski á löngum tíma þá gerist það að við teljum þetta að vera kjör okkar, en kannski byrjaði það þannig fyrir hartnær 30 árum að þetta var dulbúin kauphækkun, en á löngum tíma breytist þetta kannski eins og veðrið hægt og bítandi í að vera rekstrakostnaður og ég get sagt frá því að í 30 ár hef ég haldið þessu algjörlega til hliðar, minn persónuleg og prívat rekstur. Og það er ekkert launungumál að rekstrakostnaður embættanna er allt og lítill. Svona gegnum sneitt þar sem við þurfum að rekja þetta kannski á presidentunum líka. En ítreka það við okkur að rugla ekki saman kjörum manna og rekstrakostnaði hreinum og klárum. Og sá sem rekur batterí, hann verður að hafa svigrúm til að geta gert það með hagkvæmum hætti. Og ég veit það sjálfur vegna hliðarstarfa að það er hægt að spara gríðarlega mikla fjármuni á því að kaupa símatengingar eða internettengingar á landsvísu. Það er svo sem enginn að spyrja hvað er gert við internettenginguna þegar hún er komin í hús, en
ekki rugla saman rekstri og kjörum. Takk. Hermann Ragnarsson tekur til máls. Forseti, ég svolítið hissa á þessar umræðu núna því að við ræddum þetta mikið á haustfundinum okkar. Þá vorum við öll á sömu skoðun að við þyrftum að ganga í málið og spara á einhvern hátt. Við tökum alveg sama rúndi núna eins og við vorum í haust. Og þeir sem koma í pontunum segja alveg það sama sem við haust. Við þurfum að loka þessu máli, við þurfum að spara og þetta lykillinn að því að ná árangri. Við göngum þannig veg. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og ég býð framsögumanni að taka til máls og Agnes Sigurðardóttir tekur þá til máls núna. Forseti, ég þakka þessu umræðu sem fram hefur komið. Það er nokkur atriði sem ég langar að koma framfæri. Ég vil benda á það að það hefur náðst sátt við prestafélagið um þetta mál. Þannig að það er að mínum dómi mjög mikilvægt að við getum sammælst um að samþykkja þetta núna, því annars lítur það þannig út að sáttin við prestafélagið er sett í uppnám. Síðan vil ég geta þess að frá næstu eða allavega þar næstu mánaðamótum að þá verður starfskostnaðurinn tekin út af launaseðlum presta og settur á sérblað. Þannig að eins og margan prestin hefur nú væntanlega dreymt að þá er það bara launin á launaseðlinum en ekki það sem fylgir, eins og verið hefur í langan tíma, minnst kosti áratugaskeið ef ekki lengur. Svo vil ég náttúrulega, sem eins og fram hefur komið hér, taka undir það að kirkjuþingi ber ábyrgð á fjármálunum og við sem að vinnum á gólfinu, okkur ber skylda til þess að nýta vel það fjármagn sem við höfum leyfi til að nýta og passa upp á að það sé nýtt vel og á réttum stöðum. Og þetta er nú einn liðurinn í því að reyna að það er búið að reikna allt út niður í blýanta, hvað prestar þurfa að nota. Þannig að á bakvið tölurnar sem eru hér er útreikningur, þetta er ekki bara eitthvað út í loftið. Svo vil ég segja það að væntanlega verður það þannig að í framtíðinni að að kjaranefndin tekur yfir þetta mál. Þannig að þetta verður í þeirri umræðu og þess vegna er kannski verið að biðja hlé þangað til 1. janúar 2023 til þess að vinna í þessu málum svo það getur orðið. Og síðan má bæta við að inn í þessari tölu er það að ef að þetta næst í gegn þá hættir Þjóðkirkjan Biskupsstofa að greiða tryggingagjald af þessari fjárhæð eins og hefur verið gert alla tíð. Það hefur alltaf verið greitt, það þarf að greiða tryggingagjald af þessu. En með þessari breytingu þá sparast sá útlagði kostnaður, ef maður orðaði þannig. Og síðast vil ég nefna atriðið það að það er líka stefnt að því að allir prestar landsins fái Office-pakka inn í tölvurnar þannig að allir sitji við sama borð hvað það snertir. Þetta eru þessi atriði sem ég vildi nefna hér eftir þessa góðu umræðu sem verið hefur og hvet ykkur til þess að samþykkja þetta. Takk. Þá er umræðu lokið 45. mál og lagt er til að málinu verði vísað til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörsammerki. Takk fyrir og málinu verði vísað til fjárhagsnefndar. Þeir sem samþykkja það gjörsammerki. Enginn á móti. Takk fyrir. Fyrir er þá tekið 40. og 3. mál. Tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum val og veitingu prestsembætta nr. 144 frá 2016 með síðari breytingum.
flutt af Steindóri R. Haraldssyni og framsögumaður Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls. Málið er of seint framkomið þannig að það þarf að bera það upp með afbrigðum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, það er enginn á móti, það er samþykkt og þá verður málið tekið til umræðu. Gjör svo vel, Steindór. Forseti, það eru nokkrar umræður þessi mál að undanförnu hérna innan kirkjunnar. Mér fannst tilhlýðilegt að koma að leita eftir afbrigðum að fá þetta samþykkt hér. En tillagan er sem sagt sú að það verði gerð breyting á starfsreglum veitingu prestsembætta, val og veitingu prestsembætta. 16. tölur 3. málsgrein 3. grein starfsreglum orðið svo að nöfn umsækjanda verði birt á opnum vef þjóðkirkjunnar að liðnum umsóknarfresti hafi ekki verið óskað nafnleyndar. Nafnleynd umsækjanda á ekki við þegar almenna prestskötuningu er að ræða, samanber 13. grein starfsreglana. Og 2. grein starfsreglu þessar sem settar eru með heimild í 59. grein laga stjórnstöðu og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum verða skildi við birtingu. Greinargerðin. Nokkur skeið hefur ríkt leynd nöfn umsækjanda prestsembætti. Það hefur sætt gagnrýni innan kirkjusamfélagsins, ýmist hjá þeim sem sækja stöður sóknarpresta eða presta og þeim sem fjalla umsóknirnar við kjör og presti. Í núgildandi starfsreglum val og veitingu prestsembætta er ákvæði í 13. grein heimild til almennra prestkosninga. Vandsi er hvernig þær eiga að fara fram ef nafnleyndar er gætt við almenna prestkosningu. Flutningsmaður telur að með þessari tillögu sé gætt meðalhófs sem er til eftirbreytni í allri stjórnsýslu kirkjunnar. Ég held ég þurfi ekki að fylgja þessu eftir með mörgum orðum en óska eftir því að málið verði afgreitt í einni umræðu án þess að verði sent til nefndar. Takk. Óskað er eftir því að málið verði bara ein umræða málið. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Er einhver á móti? Svo er ekki hann orðið. Er þetta á móti? Já, þá er þetta að biðja orðið. En þú ert ekki á móti því að sé ein umræða. Já, þá verður, þar sem er andmæli gegn því að það sé ein umræða, að þá fer málið í 2 umræður og til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, þetta er aðeins svona prinsippmál hjá mér að þegar við erum að samþykkja að taka mál fyrir með afbrigðum að þá finnst mér svo mikilvægt að málinu sé gefinn nógur tími og oft erum við bara að sjá þessi mál sem þannig eru tekin fyrir og samþykkt að ræða með afbrigðum kannski bara kvöldið fyrir kirkjuþing og erum kannski ekki nægilega búin að mynda okkur skoðun eða kynna okkur það nógu vel. Þannig að svona óháð málum þá finnst mér mikilvægt að þegar að svona mál eru tekin fyrir með afbrigðum að það sé sett í 2 umræður. Takk. Þá er orðið laust, málefnaleg umræða málið. Ef enginn, já, Arna Grétarsdóttir tekur til máls. Forseti, ég sé ekki í greinargerðinni að það fylgi með annaðhvort álit sérfræðingan okkar inn á biskupsstofu, sérfræðing til dæmis í persónuvernd, en ég hef svona orðið þess áskynja að mögulega stangist þetta
á við persónuverndarlögin. Nú hef ég ekkert algjörlega kynnt mér þetta öðru en að skoða bara inn á síðu persónuverndar og lesa og ekki er í lögfræðingur og það er spurning sko, erum við að fara að semja eitthvað hérna í fljótheitum sem er búið að fá álit persónuverndar á eða álit lögfræðings okkar á sviði persónuverndar. Þetta er svona, ég er ekkert að vilja flækja máli, ég hef sjálf persónulega litla sem enga skoðun á því hvort það er að birta nöfnið ekki. Það eru rök með á móti. Það getur verið í þessu litla samfélagi okkar, þar sem allir þekkja alla. Þetta er lítið samfélag kirkjan, bæði sóknirnar og umsækjendur þekkjast flestir. Að það sé bara betra að þetta sé birt, það sé ekki verið að kvissast út hver er að sækja. Svo geta verið einhver rök fyrir því að það sé auðveldara fyrir fólk að sækja frá, en aðalega þetta, sko, erum við nokkuð að fara út í einhverja á sem við vitum ekki hvert rennur. Takk. Fleiri hafa ekki, já, Gísli Gunnarsson tekur til máls og síðan Guðlaugur Garðarsson. Forseti, þetta virðist nú kannski ekki vera neitt stór mál, en ég hef tekið eftir því að fólk er svona aðeins að tala þetta, þessa breytingu, og þá langar mig kannski að velta því upp hver ákveður þessa breytingu fyrir þjóðkirkjuna. Er það ákveðið á kirkjuþingi? Nei, greinilega ekki. Er það ákveðið einhverjum starfsmanni? Það væri gott ef einhver gæti upplýst hérna það. Varðandi persónuvernd, þá held ég nú að þetta flokkist nú ekki undir það mál, því að til dæmis er ekkert langt síðan að auglýst var eftir forsetaritara, öll nöfn birt, og ég efast að forseti Íslands fari að brjóta gegn persónuverndarlögum. Hins vegar eins og kemur fram, skilst mér í þessari tillögu, að þá sé hægt að óska nafnleyndar. Og ég held að það sé bara mjög eðlilegt að það sé, sem sagt almenna reglan sé það, að það er gefið upp hverjir eru að sækja um. Þetta er líka spurning fyrir fólkið í sóknunum, að það er pressval framundan og þau vita ekkert hverjir eru að sækjast eftir þessu. Þetta er líka svona ákveðin jaðarsetning að það má ekki tala um þetta. Yfirleitt er mjög fjörug, sérstaklega út á landi, umræða það þegar er verið að velja nýjan prest. Nú allt í einu er þessu umræða tekin frá fólki því að það veit ekki hvað prestar er að sækja um. Þetta er sko, miðað við okkar hefð, er þetta mjög ankannalegt. Þannig að ég styð þessa tillögu svo framalega að við sem ekki að brjóta einhverja lög og reglur sem mér þætti alveg mjög undarlegt ef svo væri. Takk. Til máls tekur Guðlaugur Garðarsson. Fundarmenn, forseti, fundarmenn, ég fagna þessari tillögu. Miðað við núgildandi lög, þá er þessi praxis sem tiltölulega nýverið hefur verið tekin upp nafnleyndina, býr til mótsögn miðað við núgildandi lög. Þar sem möguleikin er ávallt á almennum kosningum. Hvernig getur þessi praxis gengið þá upp? Það gerir það ekki. Þessi tillaga, hún tekur mótsögnina í burtu og þess vegna fagna ég henni. En hér er þessi góði punktur í fyrri greininni, þar sem að ef einhver af einhverjum sérstökum ástæðum óskar nafnleyndar, þá sé það veitt. Mér finnst þetta bara stórbót og þar með leitum sig við bæði að vera annars vegar tillitssöm gagnvart umsækjendum og tillitssöm gagnvart sóknarfólki.
sem málið varðar og við þurfum að efla okkur í virðingu gagnvart sóknarfólki. Takk. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir. Forseti, mér langar bara að segja hérna nokkur atriði. Minna á það eina ferðina enn að við erum ekki lengur undir ríkinu eins og ríkið er undir sjálfu sér. Þegar við erum auglýst eftir forsetaritara eins og hér var tekið fram að það ber ríkinu að fara að birta nöfnin. Við erum ekki þannig, við höfum enga lagastoð fyrir því lengur að birta nöfn. Sú er ástæðan fyrir því að það hefur verið gert núna í 2 eða 3 gang að birta ekki nöfnin. Og það eru landslög sem að tóku þá ákvörðun en ekki einhverju einstaklingar á biskupsstofu sem gerðu það. Samkvæmt mínum skilningi á lögum ætti það frekar að vera þannig að fólk óski eftir því að nafnið þeirra sé birt frekar en það óski nafn leyndar miðað við þessar forsendur. Lögin eru sem sagt persónuverndarlögin og þegar almennar kosningar er að ræða þá er það þannig að áður en að frestur rennur út þá hefur verið óskað eftir almennri kosningu þannig að það er ljóst þegar frestur rennur út að óskað hefur verið eftir almennri kosningu. Það er ekki tekin ákvörðun eftir á, heldur fyrirfram. Og þar af leiðandi hlýtur staðan að vera öðruvísi heldur en ef ákvörðun er tekin eftir að umsóknarfrestur rennur út. Í mínum huga er það þannig. Já, ég ætla ekki að segja fleira í bili. Takk fyrir. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Forseti, þar sem það hefur verið minnst á persónuverndarlögin og það eru lög sem ég hef kynnt mér mjög vel þar sem ég ber titilinn persónuverndarfulltrúi á mínum vinnustað. Þá langar maður að segja það að meðan að umsækjendum er ljóst að nafni verði birt á vefnum og það er gefið kost á að gæta nafnleyndar að þá tel ég að við séum að uppfylla þau lög. Eins og ég segi, meðan þetta er ljóst, meðan umsækjendum veit það að þetta er þannig að þá, það er ekki verið að fela neitt, að þá ætti þetta verið í lagi. Steindór Haraldsson tekur til máls í annað sinn og hann má tala 3 svar. Já, forseti, gott að fólk tjái sig þetta. Hvað sem að það er nú lög landsins eða eitthvað annað, þá er þessi persónuverndarlög að gera okkur svona lífið svolítið leitt. Og ég hafði samband við persónuvernd, ekki einu sinni, ekki 2 heldur 3 svar. Ég talaði líka við persónuverndarfulltrúa þjóðkirkjunnar. Það hefur ekki verið tekið á þessum málum sérstaklega innan persónuverndar vegna þess að það hefur ekki borist neinn kæra eða neitt þessi málefni kirkjunnar sérstaklega og hvort að þau eru eitthvað öðruvísi heldur en bara hjá almennum félögum í landinu, veit ég ekki. En til þess að sé hægt að gera það gerist ekki nema við kæru. Og þá er allt sem að við erum að vísa í persónuvernd er almenns eðlis. Þetta var nú, þessi tillaga kom nú bara, mér fannst þetta bara common sense sko. Og ég er rosalega gladur yfir því, ég veit að Anna þekkir vel til þessara mála og það er gott að fá hennar innlegg í þetta. Ég veit ekki betur en að samt sem áður en að persónuverndarfulltrúi þjóðkirkjunnar hafa bara hvatt mig til þess að setja þessa tillögur fram. Það var að vísu ein tillaga líka í viðbót en hún náði ekki fram og allt í lagi með það. En ég held að það væri bara öllum greiði gerður, líka þeim sem að við megum auðvitað ekki brjóta lög,
En það er svolítið vont að vita hvort maður bara kannski að brjóta lög, kannski ekki. Ég held að við séum akkurat í þeirri stöðu, sko. En ég legg þetta bara í dóm ykkar allra og tek þeirri niðurstöðu sem verður. Takk. Forseti vill bara geta þess að það hefur beðið fund með persónuvernd fyrir kirkjuþing og fyrir alla presta og starfsmenn biskupsstofu og sá fundur verður á netinu og verður líklegast 9. apríl. Svo þið vitið af því. Þannig að þá verður það þannig að þessi fulltrúi frá persónuvernd mun vera með framsögu og við munum vera búin að safna saman spurningum og ef þið eru með einhverjar spurningar að þá ætla ég biðja ykkur að senda það á hana Ragnhildi Benediktsdóttur. En ég held að þetta sé bara mjög gott að við fáum bara erindi frá þeim. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Jú, Guðlaugur, gjörðu svo vel. Forseti, ég stend nú upp til þess að lýsa ánægju minni með þessa tillögu. Ég hef undanfarnar vikur heim í Reykholti skynjað það að þessi nafnleynd varðandi þá sem að hugsanlega sækja hið nýja Reykholtsprestakall hefur farið illa í menn. Þeim hafur fundist að mörgum, eða þeim sem hafa tjáð sig, að þetta sé enn einn bagginn sem að kirkjan að leggja í götu sjálfra sín. Hún að segja safnaða fólki að það varði ekkert það hverjir sækjum og hvort það ástæða til þess að mynda sér einhverja skoðun á því sem að gæti þá orðið til þess að í rauninni efla starfið í kringum kirkjuna. Fólkinu finnst jafnvel að það hafi enn minna sín mál að segja og það fjarlægist kirkjuna. Og ég óttast að það sem að Axel nefndi hér einu sinni á fundi, nú man ég ekki hvaða fundur, því að þetta fjarfundakerfi hefur þann galla að fundum hefur fjölgað svo með hinum og þessum, sýnt og heilagt, menn þetta að verða svona súpa, að menn vita orðið ekkert hvað þið standa. En aftur að þessu máli, varðandi nafnleyndina, að mér finnst að það til dæmis ef að söfnuður ákveður nú að vilja presskosningu, þá þarf sú bón að koma fram innan 5 daga frá því að auglýsing hefur verið birt á vef kirkjunnar. Og þá hlýtur náttúrulega leið að hverfa þessi nafnleynd og það nóg átti ykkur á því að það eru bara 5 sóknarbörn sem geta farið fram á þetta og síðan hefst söfnun fylgjenda þess. Þannig að það kemur ekki fram, það getur tekið þó nokkurn tíma, allan umsóknartíman, að komi ljós hvort að þetta hefur náð fram, þessi ósk hefur náð fram. Þannig að það stangast svo lítið á horn. En umfram allt þetta, að mér finnst nóg aðgert að efla leyndarhyggjuna. Ég held að við eigum þess vegna að hafa þetta þannig að fólkinu finnist það velkomið að umræðunni. Svo ætla ég að segja ykkur eitt aðeins að þegar ég var í bylnum hér á leiðinni suður og brá í hvert skipti sem ég mætti bíl undir Hafnarfjalli eða þar að segja á Fiskilækjarmelum, þá kom í útvarpinu frá fréttaritara á Alþingi að nú ætti að leggja fram
frumvarpi til nýrra þjóðkirkjulaga, eða nýtt frumvarp. Og þá komu alls konar spurningar upp og ég fór að hugsa, er ég enn á leiðinni á kirkjuþing þar sem að við munum halda heyja okkar orustur. Það hefur komið fram þegar, það er stutt gengið á fundi, hvað er eðlilegt að segja að prestar hafi með að segja, hvað leikmenn hafa með að segja. Við erum að heyja litlar orustur hér inn á kirkjuþinginu málefni sem eru afskaplega léttvæg í stóra samhenginu sem trúin. Á meðan erum við kannski og þess vegna að tapa stríðinu fyrir utan kirkjuþingið, fyrir utan þjóðkirkjuna biskupsstofa. Vegna þess að það er verið að vinna því að mylja úr eða móla úr þeirri götu. Þannig að mér finnst að við þurfum að auka umræðina þannig að við séum eitt lið að ná fram og við skulum minnast þess að Ægin mun gera okkur frjálsa og þess vegna verðum við að sætta okkur við það að við þurfum að láta setja reglur eða starfsreglur einstaka hluti til þess að þeir séu á hreinu og þurfi ekki að rökræða þá í hvert skipti sem mál kom upp. En ég er sammála þessu, ég vil að söfnuður fá að vita að hvaða prestur hafa sótt Ég gat kríað það út að sennilega væru 9, en það bara 2 dagar síðan ég vissi að það hafði einhver sótt Reykholtsprestakall. Svo mikil er leyndin. Og fólki segir, hvað höfum við að gera í þetta hús? Hvað höfum við að gera í þann söfnu sem við megum ekkert í rauninni vita nema náttúrulega trúna? Ég vil að þetta verði samþykkt. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og tekur þá frummælandi til máls. Hann er búinn, þannig að fyrri umræðu er þá lokið og forseti leggur til að málinu verði vísað í síðari umræðu og til allsherjarnefndar. Það sé betra vegna þess að það fær ekki, þessi formaður löggjafarnefndar er búinn að ræða þetta við skrifstofustjóra þingsins. Er menn sammála því að vísa málinu til síðari umræðu? Takk fyrir. Vilja menn samþykkja það málinu sé vísa til allsherjarnefndar? Takk fyrir ykkur á móti, þannig að málinu er vísa til allsherjarnefndar. Fyrir er tekið þá 44. mál og það mál er of seint fram komið að það þarf að biðja afbrigði svo að það megi taka það til máls. Þannig að ég óska eftir því að þingheimur samþykki að sinni hvort að samþykki það að málið verði tekið með afbrigðum. Það er 44. mál. Það er tillaga á starfsreglum breytingu á starfsreglum þingsköp kirkjuþings nr. 949 frá 2009 með síðari breytingum og þetta mál er flutt af forsætisnefnd. Eru menn sammála að það megi taka það til umfjöllunar? Takk fyrir. Og þá tekur til máls framsögumaður, það er Anna Guðrún Sigurjónsdóttir. Forseti, ég flyt hér mál nr. 44, tillaga að starfsreglum breytingu á starfsreglum þingsköp kirkjuþings nr. 949 frá 2009 með síðari breytingum. 1. grein. Við 13. grein starfsreglana bætist ný málsgrein sem orðast svo. Forsætisnefnd metur hvort mál er þingtækt. Skal sérstaklega litið til þess hvort mál eigi undir valdsvið kirkjuþings og eins hvort mál hafi fengið umfjöllun eða úrlausn biskups, kirkjuráðs eða annarra aðila sem mál kann að varða. Þá metur forsætisnefnd hvort mál hafi fengið nægilega kynningu og samráð innan kirkjunnar eða fyrir öðrum sem máli kann að varða, þannig það megi fjalla. Forsætisnefnd gætir þess að kostnaðaráætlun máls sé raunhæf. Forsætisnefnd gefur kost á því að úr annmörkum sé bætt ef við á en vísar ella máli frá ef það uppfyllir ekki framangreind skilyrði.
2. grein. 3. málsgrein 14. greinar orðast svo. Sérhvert þingmál skal vera til kynningar í opinni samráðsgátt á vef kirkjunnar í að minnstakosti 2 vikur eftir að það hefur borist forseta. Forseti getur lengt þann frest teljist mál varða mikla hagsmuni, mál er flókið eða umfangsmikið. Í samráðsgáttinni skal gefinn kostur á framlagningu umsagnar sem sé að jafnaði birt. Við lok kynningar er flutningsmönnum heimilt að gera breytingar á þingmáli innan viku og senda forseta þá nýtt eintak. Heimilt er forsætisnefnd að samþykkja að birt séu í samráðsgátt áform þingmál til kynningar samkvæmt framhaldsgráðu. Þegar þingmál eru komin í endalegt horf skulu þau svo skjótt sem auðið er birt öllum kirkjuþingsmönnum og þeim sem seturétt eiga á þinginu samkvæmt 1. málsgrein 25. greinar. 3. grein. Starfsreglur þessar sem settar eru með heimild í 59. grein laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum öðlast gildi við birtingu. Og greinargerðin hljóðar svo. Tillögu þessari að breyttum þingsköpum kirkjuþings er ætlað að stuðla að enn betri og vandaðri undirbúningi þingmála kirkjuþings. Lagt er til að skýrari ákvæði verði sett skyldu forsætisnefndar til athugunar á framkomnum þingmálum áður en þau eru tekin inn á málaskrá þingsins. Þannig verði ávallt athugað sérstaklega hvort mál falli undir valdsvið kirkjuþings og því vísað frá ef svo er ekki. Þá er ennfremur lagt til að reglur verði gerðar skýrari hvað varðar það að áskilja að leiðir innan stjórnkerfis kirkjunnar séu farnar og úrlausna leitað þar áður en mál fer fyrir kirkjuþing. Einkum gæti þátt mál sem ætti að fara til biskups og eða kirkjuráðs. Þá þykir rétt að forsætisnefnd meti hvort mál hafi fengið nægilega kynningu og samráð innan kirkjunnar. Er vonast til að með því að skerpa á reglum frumathugun mála af hálfu forsætisnefndar megi draga úr málum sem fara inn á þing og sem réttilega er vísað þar til bærs kirkjulegs stjórnvalds. Einnig þykir rétt að forsætisnefnd birti framkomin mál í samráðsgátt. Einnig geti nefndin samþykkt að þingmál sem áformað er að leggja fram síðar birtist í samráðsgátt þess að fá fram skoðanir málið. Er í þessum efnum litið til samráðsgáttar þeirra sem ríkið hefur haft á vefnum island.is undanfarin ár. Þegar mál hefur verið í samráðsgátt getur forsætisnefnd gefið kost á að breyta máli eða bæta úr annmarkum ef við á. Einnig getur forsætisnefnd vísa máli frá ef það uppfyllir ekki skilyrði þau sem greind eru í ákvæðunum. Kostnaður við samráðsgátt. Gert er ráð fyrir að forritum vefs kirkjunnar til að koma á samráðsgátt áþekkri þeirri sem ríkið notar kosti 500.000. Ég legg til að málið fari aðeins í eina umræðu. Lagt er til að málið fari aðeins í eina umræðu. Geta þingmenn samþykkt það? Gjör svo vel ekki að merkja menn samþykkja það. Er einhver á móti? Það eru 2 á móti þannig að málið fer þá í 2 umræður en orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs. Þannig að forseti leggur til að 44. mál verði vísað til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel ekki að merki og málið fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel ekki að merki. Enginn, takk fyrir. Þannig málinu vísað til löggjafarnefndar. Fyrir er tekið þá 40. mál tillaga starfsreglum breytingu á starfsreglum prestssetur og aðrar fasteignir kirkjunnar nr. 950 frá 2009 með síðari breytingum. Þetta er flutt af fjárhagsnefnd og það þarf að biðja afbrigði fyrir þetta mál þar sem það er of seint fram komið. Þeir sem geta samþykkt afbrigði gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það samþykkt að máli verði tekið fyrir með afbrigðum og tekur nú framsögumaður til máls og það er Gísli Jónasson. Forseti. Þetta mál er flutt af fjárhagsnefnd. Þetta er í raun og veru
breytingartillaga við mál sem að við samþykktum á 19. þinginu, aukaþinginu í haust. Og tilefnið í sjálfu sér að það komu upp ákveðnir agnúar sem ekki voru fyrirséðnir þegar við vorum þegar farið var að framkvæma samþykkt sem þá var gerð. Málið fjallar breytingu á starfsreglum prestssetur og aðrar fasteignir kirkjunnar. Og ég ætla bara að lesa hér greinargerðina fyrst. Á kirkjuþingi 2019 var samþykkt eftirfarandi breytingartillaga við starfsreglur breytingu á starfsreglum prestssetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950/2009 með síðari breytingum. Leiga prestssetra í eign kirkjunnar á svæðum með gildistöluna 0,8 og 0,7 skal ekki vera lægri en krónur 52.000 á mánuði og ekki hærri en krónur 108.000 og tekur sú fjárhæð breytingum árlega samkvæmt neysluvísitölu. Leigu fyrir aðrar eignir skal samið. Þegar fasteignasvið Biskupsstofu hóf að vinna við framkvæmd þessar breytingar kom í ljós að prestar njóta ekki jafnræðis við ákvörðun húsaleigu samkvæmt ofangreindri breytingu. Þeir prestar sem búa í húsnæði sem fellur ekki undir gildistöluna 0,7 og 0,8 þurfa að greiða 5% af fasteignamati íbúðarhússins og þar umtalsverða hækkun húsaleigu að ræða. Því hefur fjárhagsnefnd ákveðið að leggja til breytingar á 3. málsgrein 21. greinar starfsreglana í þá veru að öll prestssetur lúti sömu reglu varðandi húsaleigugreiðslur og halda þannig hina almennu jafnræðisreglu í heiðri. Svona bara aðeins til skýringar það sem sé jafnræðisreglan sem að þarna fyrst og fremst vaki fyrir okkur. Það kom nefnilega í ljós sem að bara var ekki athugað þegar þessi breyting var gerð. Við gengum út frá því í raun og veru að á svæði sem að hefur í raun og veru gildistöluna 0,1, þar að segja höfuðborgarsvæðið og hér nánast umhverfi þess, að þar væru engin prestssetur og þá láðist athugað að það eru 2 embættisbústaðir og þess vegna voru 2 prestar sem að hækkuðu mjög verulega, húsaleigurinn voru margfaldaðist af því að það var ekki sett þetta húsalegu þak þar eins og aðra bústaði. Og við teljum að jafnræðisins vegna þá þurfum við bara að breyta til þarna þannig að þessi grein orðist eins og hér lagt til. Leiga prestssetra í eigu kirkjunnar skal ekki vera lægri en 52.000 á mánuði, ekki hærri en 108.000 og svo framvegis. Það er að segja að húsalegu þaki nái þá til allra þessara bústaða. Það er svo allt önnur umræða hvort að menn telja að það eigi að vera bústaðir á svæði 1, en það náttúrulega sú umræða á ekki heima í umræðum húsalegu, heldur á hún heima í umræðu sem að verður væntanlega á þinginu í haust það þegar kemur fram álit nefndar sem falið var einmitt að fara yfir það hvar skulu vera bústaðir og hvar ekki. En fram að því að einhverja breytingar hugsanlega verða á því þá teljum við að það sé eðlilegt að gæta jafnræðis milli allra aðila og þess vegna er þessi tillaga flutt. Já, ég legg til að henni verði þá vísað til annarrar umræðu og nefndar, að þetta er náttúrulega flutt af fjárhagsnefnd, þá gæti þetta að fara í aðra nefnd. Já, í löggjafarnefnd. Til máls tekur Gísli Gunnarsson.
Forseti. Hér hefur verið rætt persónuverndarlög og eins það hvort að kirkjuþingið eigi að vera að ræða ýmislegt varðar kjaramál presta. Ég er svona aðeins hugsi við því að hér er verið að lesa upp alls konar tölur bæði varðandi kostnað vegna aksturs, vegna húsaleigu. Hér er öllu streymt út. Ég er svona aðeins að velta fyrir mér bara vinnubrögðum. Er þetta eðlilegt að við séum að tala hér kjör presta ofan í krónur og aura? Ég held við verðum að fara að breyta þessu fyrirkomulagi og fyrst fólki er annt persónuverndarlögin sem mér er það líka náttúrulega, þá er spurning hvort að þetta bara við eigum að halda þess áfram. En varðandi störf nefndar sem Gísli Jónasson nefndi áðan, þá get ég bara upplýst það að sú nefnd hefur verið að störfum og mun á haustþinginu leggja fram sínar tillögur og ef þess væri óskað á þessu þingi þá gætum við svona aðeins gert grein fyrir okkar störfum en annars munum við skila okkur á næsta þingi. Takk. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og býði þá ef framsögumaður vill taka til máls. Svo er ekki, þannig að lagt er til að málið fari til síðari umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki og að málið fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Fyrir er tekið 9. mál til síðari umræðu, það er til síðari umræðu, tillaga starfsreglum breytingu á ýmsum starfsreglum kirkjuþings samkvæmt heimildum í lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, svokallað bandormur, flutt af forsætisnefnd og framsögumaður er Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, hér er nefndarálit við tillögu að starfsreglum breytingar á ýmsum starfsreglum kirkjuþings samkvæmt heimildum í lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, númer 78/1997 með síðari breytingum. Nefndarálitið er frá allsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd. Máli þessu var vísað til allra nefnda þingsins. Nefndirnar hafa fjallað málið og leggja til að það verði samþykkt með breytingatölu á sérstöku þingskjali nr. 73. Og undir þetta skrifar allsherjarnefnd og fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd. Búið er að fjalla málið í öllum nefndum og allar nefndir skrifa undir þetta og ég sé ekki betur en það séu allir nefndamenn í öllum nefndum. Þannig ég ætla að fá að sleppa því að lesa upp þingskjal 73 sem eru 5 blaðsíður og vættum öll að vera búin að kynna okkur ágætlega. Orðið er laust. Stefán Magnússon tekur til máls. Forseti, ég hef góðan og mikinn skilning á því að nefndarmaður vilji spara sér sporin. Velti hins vegar fyrir mér hvort að hafi orðið breytingar á málinu í samráðsfundi nefndarformanna. Eða hvort að allir nefndarmenn hafi verið að ræða málið eins og síðan er lagt fyrir. Já. Þegar til dæmis löggjafarnefnd var búin að afgreiða málið frá sér, þá þurfti væntanlega að fara fram eitthvað samráð milli hinna nefndanna. Og ég bara velti fyrir mig hvort að það hafi komið þar fram einhverja atriði sem breyta málinu. Orðið er laust. Vill framsögumaður taka til máls eða?
Gjörðu svo vel, Gísli. Það var engin breyting gerð í fjárhagsnefnd. Engin breyting gerð í fjárhagsnefnd og ekki í allsherjar. Þannig að þá göngum við bara til atkvæðagreiðslu og við byrjum náttúrulega á því að fara yfir breytingatillögunar og það þá í 1. grein. Það að 1. og 2. grein falli á brott. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Einhver á móti, samþykkt samhljóða. Og síðan það breyting á starfsreglum biskupsstofu frá númer 1230 frá 2016, það 2. grein. Eftirfarandi breyting verður á 7. grein starfsreglnanna. Í stað orðsins fjárlaga í 2. málsgrein kemur fjárhagsáætlunar. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Síðan kemur 3. grein, það 1. málsliður 8. greinar orðið svo. Laus störf skulu auglýst á vef kirkjunnar, kirkjan.is og skal umsóknarfrestur ekki vera skemmri en 14 daga frá birtingadegi. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti, samþykkt samhljóða. Síðan 4. grein. Ný 10. grein starfsreglnanna orðast svo ásamt fyrirsögn. Starfslok fastráðið starfsfólk biskupsstofu fellur úr gildi án uppsagna frá og með næstu mánaðamótum eftir að það nær 70 ára aldri. Starfsfólki ber að sinna störfum sínum eins og þeim lýst í ráðningarsamningi, starfslýsingu, erindisbréf eða samkvæmt fyrirmælum yfirboðara og eins og þarna stendur og það fleira hérna starfsemina, ég ekkert að lesa þetta upp. Þeir sem geta samþykkt 4. greinina gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Síðan það breyting á starfsreglum kirkjur og safnaðarheimili númer 822 frá 2000 með síðari breytingum og 7. grein verður þannig starfsliður í 1. grein starfsreglana orðast svo höfuðkirkjur, sóknarkirkjur sem hafa sérstöðu umfram aðra sóknarkirkjur átt við Dómkirkjunni Reykjavík, Hóladómkirkju, Skálholtsdómkirkju, Hallgrímskirkju Reykjavík og Hallgrímskirkju í Saurbæ. Þeir sem geta samþykkt þessa grein gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Síðan það breyting á starfsreglum kirkjuráð númer 817 frá 2000 með síðari breytingum og 7. grein. Eftirfarandi breytinga verða 5. grein starfsreglana stafliður A fellur brott. Stafliður A verður stafliður B og stafliður C verður stafliður B. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti, samþykkt samhljóða. 7. grein. Gísli. Jú, þetta víxlast þarna. Þetta bara halda því til haga. Þetta verður stafliður B verður stafliður A og stafliður C verður stafliður B. Þannig halda því til haga. Og 7. grein, eftirfarandi breytinga verða 7. grein starfsreglana, 4. málsgrein fellur brott. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Síðan kemur 8. grein, eftirfarandi breytinga verða 7. grein starfsreglnanna. Í stað orðsins fjárlaga í 1., 2. og 3. málsgrein kemur fjárhagsáætlunar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, enginn á móti. Og 8. grein, 22. grein fellur brott og síðan komið starfsreglur kjör til kirkjuþings númer 1075 frá 2017 með síðari breytingu. Það 9. grein, 23. grein fellur brott. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Þá 10. grein, stafliður A í 24. grein orðast svo. Í stað orðanna embættismenn í föstu launuðu starfi hjá þjóðkirkjunni. Í 2. málsgrein kemur starfsfólk í föstu launuðu starfi hjá þjóðkirkjunni biskupsstofu. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða.
Þá er það 11. grein. Stafliður A í 19. grein starfsreglana orðast svo. Í stað orðsins þjóðkirkjunni í 3. málsgrein kemur þjóðkirkjunni biskupsstofu. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki. Einhver á móti að samþykkt samhljóða. Þá er það starfsreglun um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa nr. 333 frá 2017. 12. grein, 28. grein bandons fellur brott. Þeir sem geta samþykkt þetta gefur svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhver á móti, samþykkt samhljóða. Síðan komur starfsreglun um presta nr. 1110 frá 2011 með síðari breytingu og það er í 13. grein að 1. málsgrein fellur brott og ný 2. málsgrein orðast svo. Hugtakið embætti er guðfræðilegt og merkir þjónusta. Við prest vígslu afhendi biskup vígsluþega hið heilaga press- og predikunar embætti. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. 14. grein, stafliðir A, B og D falla brott. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 15. grein, 31. grein fellur brott. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 16. grein, það er 34. grein fellur brott. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Síðan er að starfsreglur um pressetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950 frá 2009 með síðari breytingum. 17. grein, 1. málsgrein fellur brott. Ný 2. málsgrein orðast svo. Í 2. málsgrein 11. greinar komi orðið þjóðkirkjan biskupsstofa í stað orðsins kirkjumálasjóður. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, þetta er samþykkt samhljóða. 18. grein, 37. grein fellur brott. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 19. grein, 1. málsgrein 38. grein fellur á brott. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Í stað orðsins kirkjumálasjóður í 2. málsgrein 15. greinar komi orðið þjóðkirkjan biskupsstofa. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 20. grein, 39., 40. og 41. grein falla brott. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 21. grein, 42. grein orðast svo. 3. og 4. málsliður fyrri málsgreina 23. starfsreglana orðast svo. Presti skal greitt þóknun fyrir gæslu veiðihlunenda þjóðkirkjunnar sem nemur 4 einingum á mánuði. Verkfæra einingar ákveða árlega í fjárhagsáætlun kirkjuþings. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Þá kemur starfsreglur um prófasta nr. 966 frá 2006 með síðari breytingum. 22. grein. Það er 43., 44., 45., 46., 47. og 48. grein að falla brott. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Þá er það 23. grein. 49. grein orðast svo. Í stað orðana val og veitingu prestembætta í 10. grein starfsreglana kemur ráðningu í prestsstörf og starfslok. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 24. grein, 50. grein orðast svo. 15. grein starfsreglnanna orðast svo. Prófastur setur nýja presta í embætti og afhendir þeim prestþjónustu bækur og gögn að boði biskups. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. 25. grein, í stað orðsins kirkjumálasjóðs í staðliði B í 19. grein kemur orðið þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, að samþykkt samhljóða. 27. grein, það er 54. grein fellur á brott. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti, að samþykkt samhljóða. Síðan koma starfsreglur um samfélags- og fræðslunefnd þjóðkirkjunnar nr. 1111 frá 2018. Það er 27. grein
og 55. grein orðast svo. Önnur málsgrein 2. greinar starfsreglna orðast svo. Samfélags- og fræðslunefndin gerir starfs- og fjárhagsáætlun sem kirkjuráð fjallar og leggur fram í fjárhagsáætlun fyrir kirkjuþing. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel geðmerki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Starfsreglur sérþjónustupresta sem ráðnir eru á vegum stofnana og félagasamtaka nr. 824 frá 1999 með síðari breytingum. Það er 28. grein, 57. grein fellur á brott. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel geðmerki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Þá er það starfsreglur sóknarnefndin nr. 1111 frá 2011 með síðari breytingum. Það er 29. grein, 59. grein fellur brott. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel geðmerki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. 30. grein, 27. grein starfsreglna fellur brott. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel geðmerki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Þá er það starfsreglur úrskurðarnefnd og áfrýjunarnefnd þjóðkirkjunnar nr. 730 1998 með síðari breytingum. 31. grein. 60. grein orðast svo. Önnur málsgrein 3. greinar starfsreglna orðast svo. Úrskurðarnefndin fjallar ekki málefni er varðar starfslok starfsfólks þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel geðmerki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. 32. grein, þá er 60., 61., 62. og 63. greinar falla á brott. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel geðmerki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Síðan koma starfsreglur vígslubiskupa nr. 968 frá 2006 með síðari breytingum. Það er 33. grein. 65. grein orðast svo. 4. grein starfsreglna orðast svo. Vígslubiskupi ber að rækja starf sitt á grundvelli fjárhagsáætlunar kirkjuþings. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel geðmerki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Þá er það starfsreglur þjálfun prestsefna nr. 788 frá 2002 með síðari breytingum. Og það er 34. grein, 67. grein fellur brott. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Þá er búið að samþykkja allar breytingatillögurnar. Þannig þá ber ég 9. mál upp með áorðnum breytingum og þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það 9. mál á þingskjali 72 er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fyrir er þá tekið 15. mál, tillaga til þingsályktunar breytingu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar, flutt af kirkjuráði, það er síðari umræða. Framsögumaður er Axel Árnason Njarðvík og tekur hann nú til máls. Já, það stendur á blaðinu mínu. Já, hún er ekki fyrir á morgun. Þá tökum við fyrir 19. mál til síðari umræðu. Tillaga starfsreglum breytingu á starfsreglum val og veitingu prestsembætta nr. 144 frá 2016 með síðari breytingu flutt af forsætisnefnd og framsögumaður er Anna Guðrún Sigmundsdóttir. Þetta er bara allt vitlaust hérna á blaðinu. Steindór Haraldsson tekur þá til máls sem framsögumaður. Allt er rugli hjá mér að það koma að prata.
Númer 19. Ég er komið með þetta reyndar. Já, forseti. Hér er 19. mál sem lagt var fram síðastliðið haust. Gekk til allra nefnda og nefndirnar hafa fjallað þetta og leggja til eftirfarandi breytingartillögu á því máli. Þetta er frá allsherjarnefnd, fjárhagsnefnd og löggjafarnefnd. Fyrsta grein, í stað orðanna val og veitingu prestsembætta í heiti starfsreglna kemur ráðning í prestsstörf og starfslok. Önnur grein, önnur málsgreinar orðist svo. Ef prestar eru ráðnir tímabundið skal tekið fram í ráðningarsamningi að segja megi slíkum samningi upp af hálfu hvors aðila sig áður en ráðning fellur sjálfkrafa og gildi við lok samningstíma. 3. grein. 1. málsliður 5. málsgreinar 3. greinar starfsreglna orðist svo. Áður en biskup sendir umsókn til meðferðar matsnefndar skal hann geta þess að umsækjandi uppfylli skilyrði til ráðningar eða kjör samkvæmt 38. grein laga nr. 78/97. Þar með talið starfsþjálfun samkvæmt nánari ákvæðum í starfsreglum þjálfun prestsefna nr. 788 frá 2002 með síðari breytingum. 4. grein. Eftirfarandi breytingar verða á 5. grein starfsreglna. Starfsliðir A og B falla brott. Starfsliður C verður starfsliður A. Starfsliður D orðist svo. Í stað orðsins kirkjumálasjóði í 19. málsgrein kemur þjóðkirkjan biskupsstofa. 5. grein. Eftirfarandi breytingar verða á 6. grein starfsreglna. Starfsliður C fellur brott. Starfsliður D verður starfsliður C. Stafliður C orðist svo. Ráðning prests sem ráðin er tímabundið fellur úr gildi við lok samningstíma án uppsagnar. Heimilt er að segja upp presti á tímabundinni ráðningu samkvæmt uppsagnarákvæði viðkomandi ráðningarsamningi. Uppsagnaprestur er 1 mánuður þegar tímabundna ráðningar að ræða. Fastráðning presta fellur úr gildi án uppsagnar frá og með næstu mánaðamótum eftir 70 ára aldri er náð. Ég legg þetta mál hér fram í síðari umræðu og til afgreiðslu. Takk fyrir. Viltu leyfa mér að hafa þetta hér ekki með mál? Já, ég held að þetta sé ekki alveg. Nei, ég held að við verðum bara að gera hlé núna á fundinum. Við skulum bara gefa matarhlé. Fundur hefst aftur klukkan 1 og þá er hann bara, þeim hluta er ekki streymt því að þá erum við með bara fyrir okkur.